Góðan daginn. Í dag 30. desember og við vitum hvað gerist á 30. desember. Þá erum við að halda upp á síðasta dag ársins og það gert með svona venjulegum pompi og prakt. Við þekkjum reglurnar á bakvið gamlársdag og spurningum hversu miklir þáttakendur við erum í gamlársdegi. Það örugglega minna svona eftir því sem árin færast yfir því að þegar ég sleit basskónum í Hafnarfirði sem ég bý nú reyndar í dag og var einn af þessum vesturbæingum í Hafnarfirði. Þá vöknuðum við nú piltarnir og þegar komum við fram í desember og ef ég man rétt að þá byrjuðu þessi brennutýnsla svona viku af desember. Þetta var nú ekkert fyrir þann tíma held ég svo mikið. En þá mátti fara að sjá rengi og kannski telpur líka með fjórhjóla pall, heimasmíðaðan. Hét nú bara hjólatík og þessi hjólatík var á sumrin notuð til að renna sér niður brekkur, ekki upp brekkur, það gekk ekki. Þá hafði þau þurft mótor. En það var hægt að renna sér niður brekku, 1 og 2 á og það var voða gaman. Svo var þetta sett í hliðar þegar fór að dimma og vetra, en teknar fram þegar átti að fara að safna í brennu. Og það var einmitt það sem við gerðum í svona viku af desember. Og fór þetta allt saman í gang. Enginn svo sem hvatti mann í þetta, ekki svo í muni, nema bara við félagarnir, leikfélagarnir, kannski stungum þessu hvorum að öðrum. Já, það hlýtur nú að vera eitthvað þannig því að við vorum saman þarna nokkrir strákar í kring, í nágrenni. Vorum yfirleitt saman í þessu. 3 bræður mínir og svo, já, voru vinir okkar í kring og eru í raun og veru enn vinir okkar. Einhverjir eru nú farnir og blessuð sé minning þeirra. En þeir voru í þessari brennusöfnunartínslu og báru þetta á sjálfum sér eða lögðu á hjólatíkina sína og drógu hana með sér vestur eftir, þar sem að brennustæði var. Og hét Garðaveggsbrenna, þú kannski manst eftir henni, þetta var nú þekkt nafn í Hafnarfirði, Garðaveggsbrennan, og var nú yfirleitt önnur stærsta brennan í Hafnarfirði. Brennan á Holtinu, hún var yfirleitt stærst, langstærst reyndar og það var nú kannski ekki alveg að marka því að bærinn stóð á bak við hana. Og þeir voru með öll tæki sem þurfti. Ef það þurfti krana þá bara sendu við krana þangað eða hvað sem var og þannig að þeir gátu verið með alla þunglutina. Það kom fyrir að þetta voru ekki mest margir trébátar til og þeir náttúrulega svo annað úreldast með tímanum og maður mann svo sem eftir stefni og einhverjum bátshlutum í brennunni þar. Minna það hjá okkur en þó mann maður eftir einhverju svona trillum sem að
hent var þarna upp á, eða ristar voru þarna upp við brennuna og síðan brenndar. Það mátti brenna allt. Og gamlárskvöld var oft notað sem fyrir fólk til þess að bara henda öllu sem það vildi henda og kveikið í. En það má ekki í dag, af því að núna erum við að glíma við hamfarahlýnun. Og ekki viljum við bæta á hana með einhverju hérleysi. Við leyfum ekkert svoleiðis. En á þessum árum var nú lítið verið að hugsa um hamfarahlýnun. Orðið var ekki til reyndar. Það kom lengur seinna. En þá voru krakkar sem stóðu í þessu. Í dag finnst mér eiginlega krökkum vera bannað allt. Þetta allt eiginlega undir gæslu og ef krakki sést klifra í kletti, í hrauni, þá liggur við að þessi senda á hann björgunarsveit. En þetta voru við að gera, daginn út og daginn inn, strákarnir. Og man aldrei eftir því að nokkur maður hafi meitt sig í þessu. Þannig allt hefur þetta nú svolítið breyst. Sumt mátti kannski breytast, ég ekki að segja það. En margt með öðrum hætti gert þá en gert í dag. Þetta voru góðir tímar. Eru þó ekki góðir tímar í dag? Jú, það mjög góðir tímar í dag. En það eru öðruvísi tímar í dag en voru þá. Margt sem við, krakkarnir, guttarnir, gerðum og var bara hefð að gera, þú sér það ekki í dag. Ég fannst það svolítið svona merkilegt, ég fór að huglega það með þessa brennusöfnun. Hún var svolítið skemmtileg, þetta var heilmikið að vera. En það var, ég minnist þess aldrei, eins og ég hef nú stundum sagt, að ykkur hafi verið eitthvað að hvetja menn til þess að koma. Ég man aldrei eftir því. Maður hafi séð auglýsingu í blöðum einhvers staðar að þennan dag ætti að gera þetta og hitt. Bara menn komu, krakkar komu með sjálfa sig og kannski líka sína hjóladík, fjórhjóla pall sem þeir notuðu til þess að safna á í köstin. Og þetta var allt saman notað ásamt því að bera á sjálfum sér. Ef ykkur dró tíkina, það var ykkur eitt sem gerði það, þetta kannski, og hinir sem voru með, þeir voru með eitthvað í fanginu til þess að henda á köstin þegar við kæmum upp yfir Garðarsbrennuna. Þá var sá klettur svona töluvert frá byggðinni. Neðstu húsin í norður í Hafnarfirði voru húsin þarna á Garðaveginum. Ég hugsa það, Herjólfsgatan eða Malirnar voru nú kannski nystu húsin, en það var tilheyrði annarri götu þannig að við tölum mikið um hana. En það var spotti að labba framhjá Víðistöðum og túnunum og sláturhúsinu og harðfiskverkunin sem þar var upp á, og þar var oft framleiddur harðfiskur. Já, ég held að hann bara verið framleiddur allt árið, svo hann slægið allavega. En það brennan, hún merkileg. Og þetta var svolítið sérstakur tími að því leyti til að bara hver sem hár og lár, ungur og gamall gat verið þáttakandi og var þáttakandi. Þó uppistaðan væri drengir og ég man nú getur hvort að stelpur voru í þessu líka, örugglega hafa þær verið þarna líka, allavega annað veifið. Og öll voru við svona annað veifið þó við værum oft en alls ekki daglega. Við gerðum þetta bara
ef við nenntum. Þannig var það. Og það var enginn að amast neitt yfir því og þú komst bara ef þú vildir, nú eða þú komst ekki og ekkert mál. Þannig að maður tók þátt í þessu og nú svona svolítið stoltur af því að hafa tekið þátt í þessu því að þetta var virkilega áhugavert. En þetta var áður en krökkum var bannað að gera nokkuð skapaðan hlut nema að horfa á símana sína og pikka á þá. Krakkar eru svoleiðis í gjörgæslu í dag að bara hálfu er nóg. Og ef þau gera eitthvað gerist í kringum þess að krakka þá verður bara allt spólandi. Það er margt breyst og það er eðlilegt að margt breytist því að við erum í því að breyta, kippa út þessum grunnstóðum. Þá auðvitað breytist margt. En sem sagt, við vorum þessi söfnunargikkir og sæju spýt í garði. Þá horfðum við hvort annan og ef að taka hana. Og við tókum hana yfirleitt. Og ef við sáum einhverja spýtna hauga, þá knúðum við þeirra og spurðum, eigum við fá þessar spýtur hana? Á 8 spýturnar og svo okkur, já blessaði takið þetta maður, þetta er bara fyrir. Og við tókum spýturnar alveg himinlifandi, þetta var kannski fyllti alveg jóladíkina og leið voru við tiltekt. Á þess að við værum neitt að pæla í þessari tiltekt, okkur kom hún ekkert við og okkur var alveg saman hana, en þetta var leið tiltekt því að spýturnar hurfu á þess að eigandi þyrfti að lyfta litla fingri. Það fannst honum gott. Og hann var svolítið lífandi feginn maður að hann meira að segja kannski komi keksköku handa okkur. Það var aldrei að vita. En svona var þetta þegar ég var drengur í Hafnarfirði. Men þetta er ekki lengur. Það er að vísu brennur, fullt af brennum og það er allt saman skipulagt. Allt saman á vegu bæjarfélagsins eða yfirvalda má segja. En hver og einn með sína brennu er ekki virkt lengur. Og það er svolítið söknunarefni finnst mér að svo sé. En svona er bara tíðarandinn, það breytist margt. Og svo fyllist allt á ótta, okkur, ég veit það ekki, en það er þannig. Það var ekki svona þegar við vorum krakkar. En ekki svo að skilja, það sé ekki ágætt að vera krakk í dag. Ég er nokkuð viss að það er ábyggilega jafn gaman og það hefur alltaf verið. En umhverfi hjá þeim greyjunum hefur breyst verulega frá því að ég og þú á mínum aldri munum. Þetta er svona tímabilið mitt sem er hvað ferskast í minninu og margt auðvitað gleymt. En gamlársdagurinn var partur af þessu öllu saman og hann var skemmtilegur og maður skaut upp rakettum. Já, maður skaut nú alltaf upp eitthvað af rakettum og stundum keypti maður rakettur sjálfur, fekk peninga hjá mömmu og pappa til að kaupa rakettur og maður átti aldrei neitt pening sjálfur, þú veist það. Og skautum upp á hlaðinu heima á gamlársdagskvöld. Og svo fór maður kannski þaðan frá rakettu uppskotunum á brennuna sem maður var með í að hlaða. Og sá þegar að loginn læsti sér í hana. En við skulum fá okkur smá pásu og setjum eitthvað fallegt inn á milli og svo tökum við seinni helminginn af þættinum. Hvort
er konni 50, 60 eða 70, 800 eða 900, eða kannski 100 ár. Ég veit ekkert það. Spurðu bara sjálfur, ég veit ekki hvernig það er. Komið sæl aftur. Við erum komin til að búa til seinni helmingina af gamlársdags þættinum okkar 2024. Það er orðið nokkur ár síðan við byrjuðum á þessu og þetta heldur, og maður veit náttúrulega ekki hve lengi, en þetta heldur enn og við eins og nafni bendir til erum að rifja upp gamlársdag og það er ekkert óeðlilegt í það þó að maður skundi til þeirra daga í gamla árinu sem að maður nú hvað mest þáttakandi í og þá fer maður alla leið aftur í æsku árin því að þá voru við þáttakandur, vesturbæingarnir og suðurbæingarnir örugglega, og ég þekki það nú reyndar ekki. En þeir voru með þessa, eða þar var þessi svokallaða hvalir að brenna og hvalir á holtinu og bæringu hafa staðið á bakvið hana. Og erfitt auðvitað að keppa við það allt saman því að bærinn státaði af véltækjum sem þeir notuðu til þess að hrúa upp sinni brennu. Og þá hún ekkert verið að hika við að brenna bara allt sem hægt var að brenna og það kom nú fyrir að bátar ónýttust, stórir og litlir. Og þeir enduðu þarna á bálkesti bæjarins. Þannig að það var erfitt að keppa við þá brennu. En eins og við vorum að tala um áðan líka þá kom nú fyrir að yfirleitt var þessi Garðavegsbrenna næststærsta brennan. Og hún var oft bara mjög stór. Þetta var stærða brenna. Og þeir sem stóðu að henni voru ungmenni oft, að stórum hluta og líka, já, fullorðið fólk. Hve margir, ég veit það ekki. Það bara komið að þessi dag og einhver annar á morgun og svo framvegis og svo framvegis. Þetta var svolítið merkilegu tími. En eins og við vorum líka að tala um áðan að þá börnum í dag, þeim er bannað svo mikið. Mega ekki þetta og þau mega ekki hitt. Og einhver krakki sé klifra í klettum í hrauni að þá bara kölluð út björgunarsveit og allt er í gang. Og mann mjög ágjöfullir. Hvað er eiginlega að vera, segir það. En þetta var bara daglegt brauð þegar ég var krakki. Og ég náði nú mínum aldrei samt. Þannig að það er óþarfi að hefta þessa krakka allt of mikið. Þau mega alveg svona leika svolítið lausum halaðinu. Þetta þarf auðvitað að hafa hönd á bagga með þau greiðin. Því að þau hafa náttúrulega ekki það vit sem að fullorðið fólk hefur. Þó þau þykist nú auðvitað vita allt. Þau eru á vissum aldrei, við vitum það. Þó
þá komast þau nú að því þegar þú orðin eldri að þau veit ekki neitt. Eins og maður sjálfur hefur gert. En þessa minningu ámaður úr Hafnarfirði, ég er Hafnfirðingur, ef þú veist það ekki, það voru þessir brennusöfnunar dagar. Og það þarf svo sem ekkert að fjölyrða það að þeir fóru fram í desember. Gamlársdagur er 31. desember. Og hann er í dag sem sagt. Númer hvað? Já, hjá mér 71. Nei, já, 71. Ég er 71 árs í dag og hef náttúrulega lifað gamlársdaga fram á þennan dag og er enn að lifa gamlársdag þó að gamlársdagur sé fyrir mér í dag ekki neitt sérstakt. Ég fer ekki á brennur en ég hef nú reyndar gert það. Ég man eftir brennu sem ég fór á með vinnum mínum sem var þarna það sem að Hrafnist er í Hafnarfirði. Þar var eitthvað brenna ekkert þar langt frá. Heilmikil brenna man ég og þetta er fyrir mörgum árum síðan, ég held hún sé nú ekki þar lengur og svo fór ég fyrir 5, 6, 7 árum upp á vellinu þarna í Hafnarfirði og þar var líka heilmikil brenna brennd og ég man alltaf eftir því hvað var rosalega kalt þetta kvöld maður var dauðfeginn þegar maður kom slapp í burtu. En það kom náttúrulega hellingssilur af brennunni, maður stóð náttúrulega ekkert rosalega langt frá henni þannig að en ég man hvað var rosalega kalt þetta kvöld. En það var náttúrulega vetur og þá er stundum kalt, líka á gamlársdag. Skaut maður upp raketum? Jú, maður gerði það. Og sprengdi maður Kínverja? Jú, maður gerði það. Kínverjar maður. Þetta var eitt smyglvarningur sem sjómenn komu með á þessum tíma. Þetta var bara markað þegar þetta var bara þeirra innflutningur á þessum árum. Margra hafi allra kannski siglingamanna maður. Þeir komu með Kínverja með sér. Og seldu þetta. Já, hverju sem var. Ef einhver vantaði Kínverja þá gat hann keypta ef þeir voru til. Ég keypti einu sinni tvisvar 1 kartón á Bandit. Manst þetta er Bandit. Það voru Kínverjar. Maður strauk þeim eftir eldspýtustokk og hendi frá sér og sprungu þeir. En þú skalt ekki gera það sem ég gerði. Það var reyndar kveikti, það var þráður í þessum og ég kveikti með eldspýtu og henti honum og ég sá hann slaknaði í honum. Þó ekki alveg, ég fer að vitja hans, tek hann upp og þá springur hann. Það sprakk hendin á mér. Ég man alltaf því maður, þetta var ekki smá þrýstingum ég held að fingurinn hafi farið af mér og ég er ekkert að grínast. En fingurinn er ennþá, þú sér hann hérna. En mér var ekkert meint af, ég man alltaf hvað þrýstingurinn af þessu dæmi, litla dæmi var mikill. Það var svolítið hiss á því. Þannig að það er töluvert afl í þessum Kínverjum ef út í það er farið. En ég slapp með skrekkinn, en læriði auðvitað mína leksíu því að maður var svo búinn að fá aðvörun þetta ef að slökknaði í Kínverja, þá ætti maður bara að láta hann vera. Ég gerði það ekki þarna og svo þeir tók hann niður á sprakkan. Þannig að ég hefði betur hlustað á einhvern eldri. En allavega gerði ég ekki þetta eftir þetta.
Kannski hætti ég með Kínverjana þá, ég var náttúrulega komin á þann aldur að maður var nú svona hættur ýmsu. En þetta var ein óskastaðan, það var að sprengja Kínverja. Svo fór maður á 13. Inn í öll lætin sem þá voru, þá var alltaf svo mikið lætið þarna í Hafnarfirði og Hafnarfjörður var þekktur fyrir það. En svo tók lögreglan á þessu, ég man eftir því ég var að labba þá þennan dag sem að þeir gerðu rassíuna. Og einn greip í endinn á mér og sagði, "Hýpjaðu heim", sagði hann, "þú átt ekkert að vera hérna." Og ég er nú bara frá þetta bróður mín, sagði ég. "Já, farðu þá og hitt hann og átt ekkert að vera hér." Svo fór ég að hitta bróður minn og að bjóða þarna í Gunnarssundinu þá, það fólk. Og svo kem ég tilbaka og er að labba bara heim, ég var ekkert að gera neitt og ég var bara að labba heim. Ég fór strandgötunum að gera það núanlega. Og þá hitti löggan mig sama aftur, hún grípið, "Þú væri ekki búin að segja þér að fara heim." Jú, sagði ég og alveg bara flýtti mér í burtu og fór heim. Ég var á leiðinni heim. Ég vissi náttúrulega ekkert hvað stæði til, en þetta kvöld þá kom ykkur alveg hrúa bílum bara og þeir bara fylltu bílana á fólki og keyrðu það langt upp á Krísuguðin og hendi þar út og keyrðu svo tilbaka. Þannig að fólki sem lendi í þessu, það þurfti að ganga tilbaka og var svona mestu móðurinn úr því þegar það kom tilbaka. En þetta var svona upp að því að þetta, og ég held reyndar að það hafi ekki verið meiri hasar á 13. eftir þetta. Ég held að þessu hafi nú lokið þarna og var náttúrulega, þetta var bara leiðindar ástand og maður hafa haft gaman að þessu sjálfur og áttaði sig ekkert á því að þetta var alveg svakalegt að gera þetta. Það eru töluverðar skemmdir. Og trillukallarnir greiðin, þeir voru nú farnir að verja sig með því að mála trillurnar sínar á Gamlársdag, á 13. fyrirgefið. Og svo komu víkingarnir til þess að draga þær upp á land, upp á strandgötuna og urðu allir útvaðandi máling og það fannst þeim nú ekkert skemmtilegt. Allavega létu þeir trillurnar vera eftir það, en þetta var leiðin sem að trillakallagareyinn höfðu til þess að verja sínar eigur. Þannig að það var alveg full þörf á því að losa bæinn við þetta og þetta eru ákomnir áratugir síðan þetta var. Og ég ykkur að segja, ég held að sakni enginn þessar tíma. En auðvitað hafði maður gaman að því að vera þarna. Alltaf gaman að vera það sem ykkur hasa. En þetta var samt ekki það sem maður sækist nú eftir í dag. Og það er Gamlársdagur í dag. Og eina raketta var hann að sjást. Svo þéttist rakettu himinin eftir því sem nær dregur miðnætti og svo miðnætti. Þá sérðu nú ekkert nema rakettur. Og í rakettukvelli og kviss og bang. Og það finnst okkur alveg óheyrilega skemmtilegt og ég held meira að segja að það sé fara að selja á þetta útlendingar séu konur gagger til að sjá þetta. Hvað er ekki gert þess að ná í útlendingin maður, ferðamanninn? 13. sem sagt, fyrirgefið Gamlársdagurinn, hann var mjög klassískur, eins og ég verið að tala og krakkarnir gerðu alveg helling í kringum brennurnar. Það sem ég þekki til og ég veit að þetta var svona út allan Hafnarfjörð. Það voru fullt af brennum. Það voru 40-50 brennur þarna eitt árið. Litlir kestir auðvitað, en kannski ekkert svo litlir allir. Allavega það kveiknaði í þessu og þetta brann í einhvern tíma og svo sloknaði brann þetta út. Það var ekkert verið að slökkva í þessu brennum þá eins og var núna daginn eftir. Man ég að maður fór á Nýjasteginum þarna upp á Garðavegsbrennu sem var smá gangur heiman frá mér
Og þá sá maður að þetta voru bara glóðir, en það voru glóðirnar ennþá og allt auðvitað brunnið sem brunni gat, því að þarna var náttúrulega allt, var bara efni sem brann til kaldra kola, ef svo má segja. Og eftir stóðu dívanskormar og svona rúmgormar alls konar og alls konar svoleiðis dæmi þarna í glóðunum. Það var ekki alveg slökknað og svo seinum daginn þá náttúrulega höfum við glæðurnar líka, en þetta allt saman, þetta ekki leyft í dag. Slökkviliðið kemur og sprautar vatni á það og slekkur bara í brennunni, sé hún ekki út brunnin á þessum tíma. Þannig ekki það má lengur. Eins og ég segi, það má ekki neitt. Það er búið að banna allt, maður. Það er búið að banna allt. Krakkar megi ekkert helst gera nema að pikka á símana sína eitthvað. En við fengum að vera þar sem við vildum. Þegar ég var á þessum aldri, 10-12 ára. Það fyrir enginn niður á bryggju lengur nema í fullorðina. Já, sennilega ekki. En það var mjög sjaldgæft þegar ég var að veiða á bryggjunni í gamla daga að þar kæmi fullorðinn maður. Mjög sjaldgæft. Þetta voru bara krakkar sem voru að leika sér við að veiða þessa uppsættitti í höfninni. Ég man alltaf eftir því að kom erlent skip, eins og stundu var. Ég man alltaf eftir því að það var svolítið einkennilegt að þeir skipverjarnir þar, voru einhverjir, ég man ekki hvað þeir voru, Kína eða eitthvað svona. Þeir voru að veiða sér í matinn bara frá bryggjunni, nei fyrir ekki frá skipinu. Og það gerði hvarfla ekki að nokkrum hafnfirðingi arlegum að eta bryggju. Það hvarflaði ekki að neinu, en þessir gerðu það og komu meira sem aftur og veitu meira. Þannig ekki voru þeir alveg ósáttir við það sem þeir sett upp í sig og von í sig. En tíminn okkar er kominn, ekki? Jú, við segjum þetta gott.